bók sem hefur vakið athygli, kemur út á íslensku og dönsku samtímis, 100 dagar eftir Einar Má Guðmundsson. Hann að skrifa Jörund 100 daga konung, reyndar með miklum útúrdúrum. Þorgeir. Já, Jörundur náttúrulega ógurleg persóna. Hann Forrest Gump. Hann allstaðar það sem eitthvað merkilegt gerist á sínum tíma og hann rekur þessa sögu hans alla í gegnum þessa bók að einhver leyti með hliðstæðu við ævi Jóns Eldklerks Steingrímssonar sem ég samfærist nú ekki alveg að væri sérstaklega góð hugmynd, þó báðar séu þetta áhugaverðar sögur. Þetta ákaflega svona, þetta léttur blær yfir þessari frásögn og þetta náttúrulega ógurlega skemmtilegt og viðburðaríkt, þetta lífslaup og mjög skemmtilegt. Kolbrún. Já, sko, ég hef svo gaman að því hvernig hann, sko, hvað hugmyndaríki Einars mikið, að sko, hann tengir saman alls konar persónur og tíma sem virðist engin hliðstæða, en svo fer hann að segja manni sögu og útskýra hvernig hann segja frá þessu og hinu og maður veit aldrei hvert hann fer. Þetta gríðarlega vel skrifað, þetta mjög skemmtilegt aflestrar, þetta svona lestrarunun myndi ég segja, og það svo mikið hlýja gagnvart persónum, áberandi hlýja og það sem mér finnst svo gaman að næstu hver einasta aukapersóna í bókinni gæti verið sko aðal söguhetja í bók. Hérna Guðrún Johnsen er dæmi um það. Íslenska fanfatar sem vann í klúbbnum á tíma Jörundar. Það sárvantar hennar bók sko. Sárvantar. Þannig að hún tekst að vekja virkilegan áhuga á öllu þessu fólki. Já. Jú, náttúrulega eiginkona Jörundar, henni ógæfusama. Nóra. Finnur Magnússon. Þetta náttúrulega alveg óbúslega stórbrotnar persónur og ótrúlega örlög í þessu. Já, allt sem í þessari bók skemmtilegt. Já. En mann, þetta svolítið eins og konfektkassi. Að það, ég skil ekki alveg, mér finnst það ekki allt stiðja hvert annað, sko. En allt það skemmtilegt. Já, ég er alltaf ósammála því ég hafði svo gaman af þessum sko hrærigraut. Já. Og það að vita aldrei hvað farið að segja mér næst og líka það er svo gaman þessa bók þar sem að fær svona mikla samúð með persónum, öllum og vill vita meira. Það helst sko, það gæti verið 3 binda bók sko. Já. En þetta örugglega sko, íslenski kongar sem að síðasta skáldsaga Einars, mér fannst hún dálítið fara fram hjá fólki og hún var ákaflega góð. Þessi enn betri og þetta svo Einar í bara sko, miklum ham. Það er ótrúlega mikil frásagnargleði. Já. Og það er náttúrulega, við erum á einhverju tíma í skáldsögunni, það sem má rosa margt. Já, og sko hann Þú mátt bara gera með skáldsöguna þessum vill. Já, og maður tala um sjálfvæði og tala um af hverju þú ert að gera það sem þú ert að gera og allt þetta og það er mjög áberandi element í þessu bók. Og líka tengingi við nútímann, sko, allt í einu fer að tala um hrunið. Já. Hann fyrir því og víða.